Sjálfur heiti ég Einar Ingi Hrafnsson og í dag er heldur betur dýrartíma með mér. Fyrirverandi uppáhaldsmarkmaður Mosfellinga, spilaði með HK sem er mótherji Aftureldingar í kvöld. Núverandi leikmaður Hvíta Riddarans, Davíð Svansson, velkominn. Takk fyrir. Ég er ennþá samt uppáhaldsmarkmaður Aftureldingar þó ég sé fyrirverandi leikmaður, en ég er alltaf uppáhalds. Það er árið, fyrirgeðu. Það er gaman að hafa með. Við erum bara komnir í skemmtilega leikirna með Aftureldingar og HK. Já, klálega, ég held að þetta verður skemmtilega leikur. Það er alltaf spurningamerki með þeirra svona lið mætast að bæði lið geta átt sína góða daga og sína slæmu daga. Það er spurning hvort liðið dettur á gott daginn í dag. Þannig að vonandi bara verður þetta jafn og spennandi leikur. Já, heldur betur. Liðin ganga inn. Það er svona ágætis tíningur í húsinu. Við Mosfellingar erum vanir að mæta á mínútunni, þannig að við vonum að bætist aðeins í. Tristum að þetta verður fullt hérna að áraleikurinn byrja. Já, ekki nema menn sé að spara sig fyrir laugardaginn. Stórleikur á laugardaginn. Það gæti verið. Afturelding Vestri á Laugardalsvelli. Það sem við ætlum að fara upp í Pepsi í fyrsta skipti. Það verður virkilega góð mæting þar, ég get lofað því. Það er 100%. Og þá ég ætla að mæta. Við kannski spurningum að kynna liðin. Við HK-inga eru, já, fyrst í rauninni ber að nefna í liði HK er það að Sebastian Alexandersson er veikur. Þannig að hann er ekki á skýrslu og ekki með okkur í kvöld. Guffi Kristmanns, hann tekur þetta að sér á samt aðstofamönnum. Við sendum bara bata kveður upp í rúm til Basta. Hann er bara með heita mjólk og hunang og í þessari gömlu góðu fósturstellingu. Annars er lið HK í dag skipað. Það er nr. 12 Sigurjón Guðmundsson, nr. 23 Róbert Örn Karlsson, nr. 4 Aron Gauti Óskarsson, nr. 6 Arnór Róbertsson, nr. 8 Kári Tómas Hauksson, nr. 14 Pálmi Fannar Sigurðsson, nr. 15 Hjörtur Ingi Halldórsson, nr. 17 Kristoffer Ísak Bárðarsson, nr. 18 Ari Sverrir Magnússon, nr. 19 Kristján Pétur Barðarsson, nr. 22 Hafsteinn Óli Ramos Rocha, nr. 27 Elías Björgvin Sigurðsson, nr. 29 Sigurður Jefferson, nr. 44 Sigurðinn Jarl Ármannsson, nr. 77 Jón Karl Einarsson og nr. 80 Kristján Otto Hjálmarsson. Og eins og áður sagði þá er það Guðfinnur Arnar Kristmannsson sem er þjálfari þeirra í dag. Lið Mosfellinga, það er svipað og hefur verið í fyrstu leikjunum nema engin annar en Birgir Benediktsson er mættur aftur í hóp. Það verður gaman að fylgjast með því hvort að hann kom eitthvað við sögu. Það verður gott fyrir strákinn að fá smá mínútur. En annars er það eins og bara vanalega nr. 1 Brynja Vignir, nr. 19 er Jóhann Kukubat, nr. 3 Jakob Aronsson, nr. 4 Þorvaldur Tryggvason, nr. 5 Þorsteinn Leó Gunnarsson, nr. 7 Árni Bragi Eyjólfsson, nr. 7 Stefán Magni Hjartarson líka. Það er einhver vill á skýrslu. Hann er 15 tíminn. Hann er 15. Nr. 11 Böðarpall Áskilsson, nr. 15 Gíslín Jóhansson, nr. 17 er Gunni Mal, nr. 20 Birgir Benediktsson, nr. 23 Birgir Steinn Jónsson, nr. 24 Blær Hinriksson sem er að mæta sínum gömlu félögum. Nr. 44 Andrður Helgason, nr. 88 Leó Snær Pétursson og nr. 99 er Ígor Kopusinski. Og svo er það auðvitað Gunni Magg og Steppi Átna sem er að þjálfa þetta. Og það er gaman að tala um það að Einar Skeving er á skýrslu, hann heldur sínu plássi. Hann var ekki með, hann mátti FH í eina tapleik Aftureldingar í vetur. Þannig að það er eins gott fyrir það að halda honum þar. Já, gott af Einar á bekknum og mikilvægt fyrir móralinn. Það er ekki spurning. Það er virkilega gaman að sjá að Birkir mættur aftan á parkettið og eiginlega bara, maður er spenntur að sjá hann og maður vill sjá hann gera meira, maður veit hvað hann getur, þannig að maður vill alltaf sjá hann inn á vellinum að gera sitt. Já, mann skilst að mjöðmyndar, þær eru bara orðnar eins og nýjar. Það er bara samba mjöðmynd mættar og ekkert ves. Það er eins gott að sína það hérna í kvöld á. Já, ég er reynda með grunar einhvern veginn að fá ekki marga mínútur. En það verður að koma í ljós. En Árni er búinn að standa sig vel að hægra megin og skila því hlutverki, en það þarf náttúrulega að hreyfa mannskapinn og halda mönnum ferskum. Algjörlega. En það eru fullt af frambærilega leikmörum hérna í liði Aftureldingar sem geta skila þessu hlutverki. En samt sem áður mikilvægt að hafa Birkir hérna, hann er mikil ógn og mikilvægt fyrir Aftureldingu bara upp á lengri tíma. Hann þarf að vera að komast í gott stand og skila sínu. Hann er okkar fyrsta skita. Dómarar leiksins, það er Ramúnas og Dolly sem dæma hérna í kvöld. Það mun bara slá í gegn held ég.
Það er að sjá það að HK-ingarnir byrja með boltan og þeir setja hérna upp skemmtilegt kerfi þar sem að línumaðurinn er strax komin út í skyttuna. Já, og Siggi er hann á línunni líka, þeir eru báðir svona, held ég, línumenn á upplægi held ég, þannig að það hlýtur að koma einhver innleysing hérna á einhver jóker. Já, þannig kemur hún. Ólafur upp. Mikilvægt aftur líka að fá upp góða vörð strax í byrjun, á hreyfanleika, það verður mikil hamagangur. Þeir byrja í 5-1 vörðin afturölding með Átna þarna fyrir framann, þeir eru búin að vera aðeins að svona svissa á milli, að vera með þessa 5-1 vörð eða 6-0. Já, strax hendi komin. Blær keyrir upp og losar hann svo yfir Átna, Átni beint í loftið. Fyrsta markið í kvöld. Frábær seinibyrga hjá afturöldingu, mikilvægt fyrir þá að keyra á það. HK spila líka þessa 3-2-1 sem er svona sterk. Getur verið erfitt að leysa það. Anna var sko góð vörn í byrjun afturöldingu. HK er öllítið að finna taktinn hérna í byrjun. Alvöru stemning hérna hjá þeim. Ég veit þessi sem er Gunnar Mal, hann er náttúrulega voru orðinn varnar maður nummer 1, 2 og 3 núna, en hann talar það sjálfur, hann orðinn eins og einhver NFL-leikmaður. Það er ekki einbeitt sér að neinu nefnum bara að spila vörn. Eiginlega búinn að gleyma því hvernig það var að kasta bolta. Ég held að hann finnst það bara mjög gaman. Ég held að maður sér að þegar maður horfir á Gunnar Mal spila handboltaleika, honum finnst þetta ekkert leiðilegt. Þarna er þetta fór Ramos smá illa með hann en sett hann í stöngina. Hann fá afturöldingu að stilla upp í sína fyrstu sókn. Þorsteinn Leó kemur inn fyrir Gunnar Mal og Þorvaldur kemur svo inn á línuna fyrir Böðvar. Það er áhugavert að í liði HK og þá er ekki Kristófer Ísak í byrjunarliðinu. Hann setti 5 ef ekki 6 mörk í fyrri hálfleik á móti KA í síðustu umferð. Og ég er svona með grunar einhvern veginn að afturölding byrja í þessari 5-1 vörn. Svona aðeins til þess að verjast því svona í bland. Já, það geti verið líka. Hann sé bara að bíða eftir að þeir sé að setja upp þessi kerfi með þessar 2 línumenn. Það eru með innleysingar frá Kristjáni. Þeir elska að HK-ingarnir að koma óvart. Já. Og það er að gera ef að reyna að búa til einhver ný svæði. Þarna bara Kristján Otto og blokkar af Þorsteinn minn. Já, hann fór létt með það. Já, ég veit þess að afturölding er búin að vera, það er bara búin að vera taktík á tei í alla vikuna að æfa sig á móti sér 3-2-1 vörn hjá HK-ingunum. Það skilaði sér allavega með marki í þessari sókn, 2-0 afturölding. Báðir sóknarleikir svona örlítið styrrið til að byrja með og varnirnar sterkar og með blokku skot báðu megin og mikil hreyfanleiki. Þannig að það er á að til því sem HK-leikjum að vera fysik. Þeir eru sterkir strákar, mjög. Já, þetta eru allt miklir íþróttamenn og mikinn vilja, þannig að það vantar ekki þar. Nú liðin koma svona. Klaufalegur rauningur hérna á Kristján. Þetta svona á að til með línumenn fyrir utan. Þú ættir að vita það sem línumenn sjálfur. Með á flesta, ekki alla sem betur fer. Seinniburgin aftur gengur lengi, annan á að vera að stoppa þetta. Já, ég ætla að segja það, liðin koma svona, ekki eins inn í þennan leik. Afturölding sigraði Framarana í síðustu umferð 32-30, þar sem þeir skoruðu 20 mörk í seinni hálfleik. Og Jóhann Kókubót kom og lokaði markinu síðasta korterið. Þetta er Framar eiginlega yfir mest allan leikinn. Og HK-ingarnir, þeir voru bara í naglbít á móti KA sem endaði með jafntefli og flautumarki. Glæsilegt mark á Þorsteinn Leó. Það var auðvelt. Hann áða til að láta þetta líta auðvelt út. Já, það hefur búið að vera mikið spennuleiki hjá HK-ingum. Þeir þrífast í þessum hamagang og vilja berja svolítið, þannig að þetta verður mikið baráttuleikir. Þannig að það er mikilvægt fyrir Aftureldingu að taka þátt í baráttunni. Messi hjá Blær. Skólinn bolti. Hraðablöp, Leo í gegn og skorar. Staðan orðin 4-0 fyrir Aftureldingu. Þú sáum hann að í rauninni langa og svona vel lesinn slök línusendingi frá Hirti þarna. Hann er búinn að vera svona þeirra markaðasti maður í þessum fyrstu 3 leikjum.
Já, þetta kerfi virðist, þeir eru að koma sér ágæti stöður en þeir eru ekki ná að skila síðustu sendingunum nógu vel. Við sjáum að línumennir eru oft opnir eins og hér, en þeir eru ekki ná að nýta sér þetta. Og aftur hraðafli, afturreitingu og aftur Leo og aftur mark. 5-0. Frábært. Gaman að sjá Binna hann í ramman og hann bara mættur á markmannspunktin þegar línumennir kom. Já, gamla góða exið. Ekki frá því að ég hef kent honum þetta einhvern tímann. Gaf sér ekki tíma á línunu með hendina niðri og það var bara þægileg varsla á mjöðum eða læri. Binni einmitt búinn að vera að taka svona byrjanlega stöðuna í þessum fyrstu leikjum. Já, klálega. Ég meina Binni bara markmaður sem framtíðin í afturreitingu, uppalinn strákur sem er búinn að gera það gott undanfarin ár, bæði með afturreitingu eða raunar með landsliðinu, þannig að hann klálega bara markmaður sem á að vera hérna vonandi í næstu árin. Þannig að það mikilvægt að hann fái spiltíma og verði svolítið svona dominerandi í þessari stöðu hérna. Algjörlega sammála því. Það svona bara eiginlega trúin á sjálfum sér sem að stundum vantar hjá honum. Hann bara þarf að hætta að stegja sjálfa sig og bara átta sig á því hann er hann góður. Já, ég sammála því og það kemur bara með spiltíma. Menn þurfa að fá að spila og fá boltan okkur sem í sig. Blær, Hinriks. Frábært mark, góð stöðuskot. Það er 6-0. Nei. Ég held að þetta sé rétt bara. Þetta er orðið stór hluti af þessu sporti. Það er Já, ég veit ekki hvað ég skal segja sko. Hann náttúrulega mættur hana í svona kontaktinn, sleppur honum samt einhvern veginn með fríkastið. Þannig að ég held að hann sleppi nú með það því að hann dæmt fríkast, þá hann að brotið á honum, þannig að þetta er nú bara óhapp og sem betur var þetta kannski ekki svo fast og þá maður kannski ekki tala um það, en þá var þetta kannski skára heldur en að Nei, þetta er svona kannski aðalega Binni á kannski svona smá sögu. Já, það er náttúrulega það. Með þessi höfuðögg sko. Já, maður verður alltaf pínu smeykur. En við erum bara stattir hérna í 6-0, bara eftir 7 mínútur. Já. Hólningin. Já, fáðu vítakast. Já, það vantar svolítið svona, ákveðat þetta hefur vantar svolítið, bara keyra sig í gegn og ná sér í eitthvað. Þetta var mjög vel gert í hirti að læla sér þarna í vítakast. Það byrja að vera, það er svona skemmtileg hólningi afturliðinu upp aðeins móts. Ég held að sé ekki mörgli í deildinni sem líta jafnvel út úr Mosfellingarnir. Nei, þeir eru náttúrulega eins og við vitum mjög vel mannaðir. En þeir þurfa að ná stabilitetnum. Það er bara þannig sko, það er bara loka læs. Það er loka læs í vörn og í markinu hjá Aftureldingu. Það kemur ekki óvart að fara þetta í leikli hérna hjá Hákangum aðeins að endurskipuleggja sig. Sérstaklega sóknarlega, þeir þurfa bara að skila sóknarnir sinu betur frá sér, skila boltanum betur frá sér og koma sér tilbaka. Þeir eru búin að vera að fá klikka mörgum góðum færum og búin að vera að fá mikið hraðaflugum í bakið. Þannig að þetta ætti að vera nokkuð einfalt að laga að menn vanda sig. Aftur skora frábært spil. Það er svo gaman að sjá hvað Blær er búin að vaksa sem leikmaður og átta sig einhvern veginn á því að þetta snýst svo miklu meira heldur en að skora ykkur mörg sko. Þetta er bara gullfallegt einhvern veginn hvernig hann veit alveg frá því ára sem byrja frá hægri að hann er að fara að losa neyri til vinstri og tífambúturinn fullkominn og fyrirvinnan og undirbúningunum frábær. Bara virkilega vel gert og lætur þetta lítið út fyrir að vera svo einfalt. Það er bara að sjá að hann er komin inn á. Já, Kristofur Ís er komin inn á fyrir loftið beint. Það er loka. Það er alvöru smíðið þessi strákur. Já, þetta er sko alvöru sleggja. Það skildist nú, hann áttu svolítið erfitt með að velja hvort hann ætlaði að vera í handboltanum eða köruboltanum. Það er eitthvað frambærilegur köruboltamaður líka. Já. En virkilega góð handboltaskipta og mikilvægt fyrir Hákangana að hafa hann. Hann gefur svo sannarlega góða ógn þarna fyrir utan. Sjáum hann þegar Hákangur með Pálma og Sigga í einhvern bakvörunum, þetta eru alvöru stykki. Já, þetta eru alvöru bakverðir sem við erum að vinna með hérna í dag með þessa þrjá, með Gunnar Malmqvist líka og lífið sending. Frábælega vel gert. Þetta er bara teikniborðinu.
Þetta bara virkilega vel spilað, skipulega og yfirvegað spilað, þannig að þetta að skila mjög góðum færum. Ígor leysir inn og tekur hafsendi með sér og Þorvaldur enda með bakur í bakinu og í það lengsta svona línusendingar svona langt utan af velli en Þorvaldur náði að halda stöðinu vel og greip þannig bolta og kláraði hann. Ég veit ekki, við erum konur inn í 8-0 eftir 10 mínútur. Ég bjóst ekki alveg við kannski þessum leik. Nú ætla ekki að pasta að slá niður heima núna. Já, hann búinn að skipta bara yfir á nágranna eða eitthvað. Þetta þarf að, þau þurfa að finna eitthvað, einhverja líflínu, eitthvað sem virkar. Það sem þeir að gera núna ekki virka, þannig að þeir þurfa að fara að breyta til og reyna eitthvað. Málega bara afturöldingar orðið það sjóa lið og þetta eru allt strákar sem búin að spila svo lengi saman. Það virkar ekkert að koma með einhverja svona bragðarefs bolta með einhverja 2 línumenn og línumenn úti og leysa og inn og eitthvað svona. Þú verður bara að vera með alvöru setup, alvöru taktíkara sem er alvöru stöðulaup og þá kannski gengur það vel að koma með eitthvað svona sem að byrja að æfa á þriðjudaginn og leikur á fimmtudegi, engin leikmenn einhvern veginn Háká heldur tilbúnir í þetta. Ég ætla hann að setja spurningamerki við svoleiðis. Já, manni finnst einhvern veginn svo þetta kemur hik á sóknina og þá gerir það svo einfalt fyrir vörnina að stilla sig af og undirbúa sig. En eins og ég segi, eins og með Hjörtur hann þegar fekk þetta viti, það þarf bara meira ákveðni, menn þurfa að vera bara grimmari á því sem þeir eru að gera og fara og skjóta. Svona! Hann er bara ákveðni, hann kemur hann bara ferðinni upp, hamrar á markið. Þetta eru bara allt aðra taktíkar, allt annað í gangi að vera að setja upp stöður sem leikmenn vita hvað þeir eru að gera og... Hann kom markið og þá kom leiklið. Já. Nei, við erum allavega að starta bara í 9-0. Já, ég sagði náttúrulega í síðasta leik heimaleika móti Selfoss, það var ekki gott. Þetta er alls ekki gott í Hákangunum. En frábært að samanskapi hjá Afturöldingu. Já, við skulum ekki taka neitt á þeim. Þeir eru að gera vel og spila vel og þeir þurfa að hafa fyrir þessu. En eins og ég segi, vörnin Afturöldingu er alveg upp á 10 og Hákangunir eiga bara í basli með að finna einhverju svör. Þannig að nú það bara Guðfinnur að fara að leita aðeins dýpra í bókan og kannski fara aðeins bara í gamla skólan og kveikja aðeins í mönnum. Það vantar bara aðeins að menn, ætli sér aðeins meira. Þeir geta það svo mikið. Hjörtur frábær leikmaður, búinn að spila mjög vel og þeir þurfa bara að búa til þessi færi og setja alvöru árásir. Algjörlega. Já, ég er gaman að nefna hérna fysikinn á Hákalauginni, búinn að nefna það örugglega 4 sinnum sem við byrjuðum, en það er aðdánavert og líka skemmtilegt því að Blær Hinriks hann kemur nú úr kórnum og liði Háká og ég veit að Afturöldingar eru búin að vera á Bogi, styrktarar Afturöldingar, hann er búin að vera setja honum stóli fyrir dyrnar að koma í liftingar og aðeins að hægja á honum. Hann náttúrulega er algjört býst og elskar einhvern veginn að vera að rífa í járnin. Þá hefur frest af honum mætandi niður í kór Blær og banna honum að koma til Boga. Þá einhvern veginn fréttist að Blær bara á kvöldin einhvern veginn upp í kór að rífa í járnin og þess að Bogi við það. Ég veit að Bogi er að hlusta en hann áttur að taka hann á teppi og fara þessi yfir þetta með honum. Þetta að skvíla? Ég er að skvíla og ég hef þetta frá allt öðrum aðlum heldur en innanbúa mönnum í Afturöldingu. Ég er með augu og eyru og allstaðar. Gott. Aftur fyrir Þorsteinn í gegn og skora. Þetta er allt og einfalt. Bara mjúkur og snúningur á sem gæja, hann er 208 á hæðu eitthvað. Dansaði framhjá honum. Kristján ætlar að skora og þessi fyrir inn. Þessi lekur inn. Fyrsta markið komið á Háká, það var komið tími til. Já, Aron Gauti með þetta mark, fyrirhandi leikmaður Fram. Hann kom einmitt inn líka í síðasta leik þegar eins og í dæla, Ramos Rocha, okkar fyrirverandi, hann var hérna í Afturöldingu í 2 ár áður en hann fór yfir í Háká og hann var ekki að finna sig í síðasta leik, fann sig ekki núna fyrstu 10, þannig að Aron Gauti fær mínútur. Þetta er einmitt, þetta er svona bolti sem að gamli boltinn að steina, þetta er óþarfi. Þetta var ótímabært. Hann einhvern veginn að byrja upp einhver. Hann heldur áfram. Hann viltu þarna. Hann lenti illa. En bara áraðinn, frábær. Þetta er akkurat það sem Háká vantaði. Bara smá áraðni og hoppa og skjóta. Ekki reyna of mikið. Vera bara ákveðnir. Virkilega vel gert. Ég var að tala með Steina, hann var nýbúinn að setja í fallið þetta. Þetta að setja annað beint í grímuna. Það var bara varið, einhvern veginn þvingaskot. Við erum að rúla þessar taktíkar, það eru búin að ganga frábærlega. Já, sammála því.
Kemur Blær inn á vel gert línu, Blær vel spila. Hinrichs, frábært. Þorvaldur klárar. Frábærlega spilað. Hárið frábær sókn og aftur ákvæðangundir, jæja. Tvær mínútur, finnst nú að þeir hefði nátt að lifa honum að klára skotið þannig. En tækir mynda brotur svona Árna Braga. Ég veit ekki, mér fannst hann vera bara í honum og held ég rétt sko. Já, þetta var einhver tætingur hérna eftir þess að blokk hérna. Ég hef ekki tekið nógu vel eftir þessu. Árni fekk hann einhvern veginn í fangi og var að vinna út fyrir hann. Það er mikilvægt fyrir Hákangan að nýta sér núna yfir töluna. Þeir verða að fá eitthvað í gang. Það er mjög mikilvægt að skora núna þessari sókn og halda hreinu í næstu vörn. Aðeins þess að finna smá takt. Börtur inn á línuna, vel spilað. Frábærlega spilað. Það er slútað. Þetta var einfalt. Kristján Otto setur henni markið. Hann er svona einn af þessum Hákangu svona... Já, það var önnur lið verið að bera víjarnir í hann. Hann fór náttúrulega í Hauka hérna árið og kom tilbaka og já, þegar þeir fóru niður í fyrra þá voru einhver lið sem vildu fá hann yfir til sín en hann ákvað og bara gott hjá Hákangunum að leiða honum ekki fara. Þeir eru að byggja eitthvað upp hérna og þanga til rauninni fyrst þessar 14 mínútur í þessum leik þá er þeir búin að gera frábæra hluti. Ekki spurning. Hérna sjá að Birkir er komin inn á. Strax fann að láta þessu kveða. Þetta er náttúrulega, Birkir kemur í árásuna inn á miðuna og hann fær 3 í sig sko, þeir falla einhvern veginn allir onni hann og Steini fær dauða að fara á 9 metrunum, hann á bara að klára þetta. Já, hann þarf að skora á þessu færi. Birkir Steini er farin að hita upp hérna á bekkninu afturhaldíku, hann kom með mjög sterkt inn í leikinn á móti Fram í síðustu viku. Blær lappar í gegn, skorar. Frábærlega gert af Blær. Já, Blær er búinn að byrja hann leik alveg frábærlega. Það er skot úr miðinni og Birkir Ben, hann bara fór í loftið og greip þennan. Ekki verið að efast neitt mjaðmyrnar á þessum gæja, sko. Það eru nýskafaðar á fótum. Já, það eru vel skafaðar og eins og nýjar. Nú eru þær báðar eins og nýjar, sko, þannig að passið ykkur bara. Já, það er mikilvægt að sjá Birkir fara í smá kontakt og sjá hvernig mjaðmyrnar virka. Hvort hann fá okkur að verki í þetta og ég reikna með því að það sé allt upp á 10 hjá honum. Já, ég held með þess að þeir hafa gefið honum auka 2 vikur bara svona að því bara sko, hann var bara tilbúin hérna í kringum bara 10-15 seft sko. En ég held að það bara verið skynsamlegt að bíða með það. Það er bara bolt í afturhendingu, Hákangundur í seinni bylgju. Aron, það er varið. Hann er mættur í horni. Pinni kann vel í sig núna að varma á þennan veturinn. Hann lokaði á móti Selfoss hérna í annar umferðinni. Já, Selfoss hafi bara ekkert skorað bara síðustu. Þetta voru bara einhverju 10 boltar í röð sem hann varði. Eitthvað tígristýr sem mæti þú verður bara hræddur. Já, ekki spurning. Það er mjög gott fyrir Binna og mikilvægt fyrir framhaldið fyrir afturhendingu að Binni finni sig og skili nokkur góða markúrslum, sérstaklega svona, ég vil sjá hann verja þessi bolta. Skoti utan á velli, skoti nærótt, þetta er bara eitthvað sem hann á að verja, en kannski hefur ekki alltaf verið að verja, þannig að það er mikilvægt að fá það. Vá! Hann neglaði á Þorstein. Frábært skot. Og stólinn bolti, Birkir Steinn. Kemur inn á og stilur bolta, Blær, hraðablöp. Böðvar! Búm! Páll Ásgeirsson, hann skorar nú ekki mikið af mörgum, en Öxli kann þetta það, hann var nú aldeilis frambarlega skytta hérna ekki fyrir frátt mörgum árum. Læknirinn sjálfur. Já, Læknirinn sjálfur, það er nákvæmlega rétt. Já, hann alltaf bara fyrstu fram, standið upp á 10 og... Það var ekki óþálega nálægt fyrir. Já, þeir voru einhvern veginn 4 á móti einum hann, keyrðu allir, það er svona... Það er skemmtileg orka yfir afturhendingu. Já, ekki spurning. Það er allir viljur og klárir meðan sjáum það. Já, vel gert. Nei, en Binni. Það er lokað. Það er lokað. Það er aftur exið. Það er bara... markvarsla. Já, það er bara... Það er hræðslan sem menn þurfa að eiga við sjálfan sig. Já, hérna sjáum við aftur að hérna... Kristoffer gerir vel og kemur sér í góða stöðu. En bara að vantar
ákveðnir að klára þessi færi. Binni bara, hann er að mæta þeim, þú veist, hann svona, þú þekki það, hann gerir markið hans minna, aggressífur og svo eru menn bara ekki nóg lungnir til að lauma hann á hausinn, sko. Það er ótrúlegt að markið verður lítið þegar mann líður vel, sko. Þá markið voða lítið fyrir aftan hann. En frábærlega gert á Binna og mikilvægt við honum að halda þessu áfram. Og í Ruðningur, þetta hágangandi. Ég var ekki sammálaði að þetta var í Ruðningur. Þetta var úr leiklistarfélagi Kópavogs. Hjörtur í loftið. Þeir þurfa að keyra þessa seinnivilgju, fá ódýr mörk. Ekki spurning, sérstaklega sóknarleikurinn er að hifsta og mikilvægt að fá þessu auðveldu mörk. Ég sem var að vonast eftir að Gunni Magg þyrfti að ég veit ekki frumsýna, þetta var að spila dansa mot FH og 7-6 sem hann er búin að vinna í allt sumar. Einhvern veginn leynitriksi sem að það er svo bara aldrei að nota. Nei, hann er blær, já. Þá verður Sjónni frábæn markværsla, Sigurum með frábæn markværslu. Það þarf að hágangunni nýta sér þetta. Og mikill tími, og mikill blás. Línutekkin og Kristján auðveldi í gegn, en aftur verður. Þetta er frábært. Brynjar er búinn að loka. Þetta er nefnilega, þeir eru alveg að fá ágætis færi núna, svona seinni hlutan af þessu fyrstu 20 mínútum, en Brynjar er bara að verja þetta. Hann er búinn að taka alveg aðra grúa af stöðafærum. En já, það er rétt, sko Hákarnir eru búinn að vera komið sér oft í ágætis færi. En þeir þurfa að gera betur í að klára færin sín. Aftur að rúla nokkuð vel á liðinu, það er kannski... Þetta er allt og einfalt. Já, þetta er og einfalt. 2 mínútur. Það eru 2 mínútur. Þetta er frábærlega vel gert. Boltinn fær bara að ganga vel og það losnar einhvern veginn alltaf einhver. Núna er búin að vera línan upp á síkasti og það er búin að vera hotninn og bæði Blær og Steini sem hafa fengið mjög góð færi. Þeir eru bara að gera vel, þeir eru að vinna hérna maður og mann á móti Pálma sem gera verkum að það koma menn í hjálpavarnir og þá opnast annarkot fyrir skoti eða línumennir til að ríkja upp svæðin. Þannig að afturlíkar gera vel og Hákáknanda þurfa bara að gera betur í þessum maður og mann situationum þess að þeir eru að lendi í hérna vörninni. Það virðist einhvern veginn vera að Hákáknanda séu ekki alveg með nógu góða backup vörn sem þeir geta gripið í. Hjörtur aftur, skorar. Heppnistímilli við þessu. Fengu þarna frákasti eftir frábæra vörnum Böðvari. Þetta, já. Ég veit ekki, Aron Gauti einhvern veginn búinn að þvinga þetta inn á miðjuna og ofan í pakkan og ætlar að skjóta yfir stærstu mennina og það var bara auðvitað að blokka en heppnin yfir þessu og Hjörtur náði frákastum og skoraði. Já. Þetta var kerfislega. En það er eins og sagði með Aron var ákafur og var að reyna hérna til að skora fyrstu mörk Hákanga en það þarf aftur á móti, það þarf að vera skynsemi í því, það má ekki bara hoppa beintur og fram að Böðvar og ætla að skora, það þurfa aðeins að vanda sig og velja færin. Það er sveittur bolti, við sáum að Valur Þorsteinsson, hann er hérna á mæknum í dag. Við sendum, líka bara hlýja kveðjur á Ægir Líndal, hann er heima að læra. Menn er einhvern veginn að ég farnir efast degi fyrir klúbinu og kallinum, það er bara eitthvað verkefni og hann leggur frá sér mækinn. Maður þarf að sýna því skilning. Það er því skilning og Ægir er stórkostlegur í þessu hlutverki og ég veit að hann er treyna Valinn mjög vel í þessu. Ég er bara að djóka í honum, bara því ég veit að þetta pirrar hann. Já, en staðan hérna vorum 15-5 eftir rúma 20 mínútur og tapaði bolti. Veit ekki að því að það virðist kannski vera að Hákangurinn hafa ekki verið tilbúnir að spila á móti þessari 5 vörn og afturhendingu en samt byrjuðu þeir þarna með svo 2 línumenn þannig að það kannski er einhvern veginn eitthvað sem að sér þeir eru á móti 5-1 frekar en 6-0 þannig að ég var erfitt með að lesa í uppleggið hjá Hákangurum. Já, sammála því. Hann finnst einhvern veginn vel spilað. Þetta er nefnilega kostur. Birgisteinn er frábær að finna félagann og að því að tala um þess að 7-6 leinumopnin sem afturhending var búin að æfa þess á undirbúningstímabilinu, þar var einmitt Birgisteinn búin að vera á miðjunni og skila því bara frábærlega. Menn voru bara, reyna að vera passífur, þá bara skaut hann. Ef þeir ætlaðu að vera aggressív, þá var hann að velja frekar rétt. Þannig að hann fær flott hlutverk í 7-6 ef það verður vopn sem þarf að nota á móti þessum
ég veit ekki, eins og lítur út núna í upphæði móts, þessu stærri og sterkari liðum. Já, frábæra línusending hérna. Áganguna mikla muninn. Aftur Birgisson, já. Þeir labbi gegn, það aftur hérna hægra megin, það þarf vinstra megin á vellinu ásækið. Þeir þurfa áganginu þurfa að ná þetta betur. Þetta einhvern veginn svona, maður veit ekki hvernig maður á að lesa í afturheldingu í þessum tveimur heimaleikjum, af því að þeir lenda náttúrulega móti Selfoss þar sem að vantaði lykilmenn og það var auðvelt frá byrjun. Eftirstaðan var kannski 4-4, þá stungu þeir af. Þetta mark bara power, kraftur í honum. Kraftur í honum. Og svo í kvöld, þá einhvern veginn staðan orðin 10-0 eða eitthvað eftir 10 mínútur og maður veit ekki hvað afturheldingu svona ógeðslega góðir eða eru á hágangi, bara mæta þeir sofandi til leiks. Þetta er svo mæta þeir hérna framleik, kláran mjög sterkan sigur í Úlfarsárdal en framan að leik og eiginlega bara fyrstu 40-45 þá leitið þetta alls ekkert vel út. Nei, og ég meina raun afturhelding bara undir allan leikin nema bara rétt að flauta til leiksloka. Þannig að þar eru þau bara að skila sigri en eins og þessum leikjum kannski auðveldir andstæðingar en hérna eru þau bara að skila góðu dagsverki í góðri vinnu. Já, það hefur ekkert verið nefnilega lendin hérna í Mosbænum að rúlla yfir þessi minni lið. Þetta hefur svona verið alltaf ströggl og svona hafist kannski á endanum. Jú, og það er bara með afturheldingu sem er mörg og flest önnur svona lið að lið eiga til að falla niður á level liðana sem eru kannski lakari en þetta er að sína líka bara rosalega styrkleikamerki og þroskamerki að sjá þá. Já, og ég einhvern veginn skrifa þetta svolítið með, ég veit ekki, Gunni Mall er svona þessi drifkraftur í þessari stemningu og þessari gírun fyrir leikina og þess vegna held ég þetta hlutverk að hann sé komin í þessa NFL-pælingu sem við fórum yfir á. Hann er búinn að vera í henni þannig séð síðustu 1, 2, 3 ár en ekkert opinberlega, nú er það bara opinberlega, hann er bara með grifflutnar á æfingum og þarf ekki að taka harping sko. Og þá er bara verið að einbeita sér því að gíra menn upp og bara hlutverki orðið stærra í því. Já, við vitum það líka að Gunnar Mall er þekktur fyrir það mikið stemningsmaður og þegar við spiluðum með honum hérna í úrslitakeppninni það var vantað ekki að það vantaði på stemningunum þá var Gunnar Mall tilbúinn að peppa upp berjaði í bringuna? Já, það var marinn alla úrslitakeppnina, það var ekki eftir boltan, það var eftir Gunnar. Akkurat, og versta er hann lemur allir í bringuna og svo fá allir að lemja hann í bringuna sko. Það var svona rústinnar ástæðan fyrir maður tók þátt í þessu. Gugubat. Þeir klikka aftur á víti. Það er lokað að þeir setja hennan í slána. Nei, það er rétt að þessi leikur er ekki að spilast eins og maður kannski átti von á. Ákáðunir eru eins og segir bara daprir. Þeir eru bara, það vantar allt saman, allan nista og ég veit ekki hvort hvað það er að skrifa það á en eins og ég segir, ég held að Basti sé nú ekki allt og sáttur heima. Aðri leikir í kvöld er náttúrulega FH Selfoss og Grótta IBF. Ég veit ekki hvort það sé meiri spenna þar. Grótta IBF kannski leikur sem gæti orðið eitthvað. En margir myndu halda að fólk væri búið að skipta í 17-7. En það sem er jákvætt hérna í Mosbænum er það að hljóðið eru upp á 10. Það er ekki 2 sekúndur og 3 sekúndur á undan eða eftir. Við erum bara á réttum stað og réttum tíma og þú vilt frekar horfa á það heldur en eitthvað annað sko. Þannig að við þökkum í rauninu bara tónstöðinni fyrir græðurnar sem við erum komni með hérna upp í sveit. Já, en þannig að ef við lendum over 2 sekúndur þetta þá er ekki hljóðkjörni að gera, þá er það bara því að við erum svo hegir. Já, við erum í símaskráni að við viljum leigja græðurnar. Og auðvitað tæknimaðurinn Hrafn Ingvarsson, hann slæðir ekki feil tón á meðan að spídíogræðan virkar, þá erum við upp á 10. Aftur vekkrist. Reynir að vera enn og aftur. Ég veit ekki. Fletta þessu upp á statistíkina hérna og sjá Binni með 9 bolta varða hérna. Já, ekki eftir að fá þennan talda hérna inn. Jó, það er mjög líklegt. Það eru 10 varinn og 10 boltar, 7. Þetta eru rúmlega 50 bort markasta ef starffræðin mín hafi klikkað mér ekki svo mikið. Já, þetta er töluvert mikið í 50%. Þannig að ég veit ekki, umboðsmaðurinn að Mike podcaststjarnan Mike í podcast heiminum í fótboltanum, hann er væntanlega bara heima að taka nótur og klippa og setja á YouTube. Frábært sókn í afturhendingu, endar hann enn einni línusendingun og góðu marki. Þorvaldur að skora sitt 4. eða 5. mark hérna. Já, hún hafa standað sér virkilega vel.
Blær kom með 5, Leo 2, Þorsteinn Leo 4. Já, mér finnst allir leikmenn vera að skila sínu. Afturlendingar að spila virkilega góðan sóknarleik. Þeir eru að hreyfa boltan vel. Blær og Birgir Steinn eru með góðar hreyfingar og færslur og eru að vinna maður á mann og skila boltanum af sér. HB Stats er nú prósenturreikningi fyrir okkur. Þetta er í 61%. Við förum ekkert að ágjöra því, sko. Það varst nokkuð safe hann að segja yfir 50%. Ég vildi ekki fara að reyna ástæðanfræðileikana. Það kemur Magginn og fer yfir svitan og setja þessa parkettið í móspennu sér í lagi. Það klikkar seint. Nei, ekki efast hann. Ekki efast Magga. Þeim að setja á steipubíl. Ég held að við getum búist við því svona eftir hálfleikinn. Kári skorar. Gott mark. Já. Mikilvægt að fá Kára að skora mark þarna, fá fleiri á töfluna. Já, ég held að Afturelding komur svolítið út úr hálfleikinu kannski og fara að rúlla á kannski ennþá yngri leikmönnum. Það er ekki ólíklegt, það er mikilvægt að fyrir upp á tímabili og sérstaklega þegar liðar komir í úrslitakeppnina að leikmenn séu búin að fá að spila þar, þannig að ef svo skildi að menn þurfa að spila þeirra í stónu leikjum, þá þurfa menn vera búin að búin að fá svona blóðtennurnar. Gísli og Stefán Magni munum endalega að fá bara allan seinni hálfleikinn ef að ég veit ekki, ef að fram sem horfir. Já, ekki spurning. Áhugavert að Afturelding á Stjörnuna í næstu viku, úti. Og meðan að Hákvæðingarnir eiga Val, þannig að það er kannski ekkert við því að búast einn taki eitthvað úr þeim leik heldur. Nei. Aftur, Kári skorar aftur. Vel gert. Frábært, Kári kom með 2 mörk í röð. Vonandi kveikir einhver líflínu fyrir þá. Þeir þurfa að standa núna vörn. Þeir megi ekki tapa svona öðvöldlega oft 1-1. Þannig að góð vörn. Þetta stefnir bara í annan leikinn í röð þar sem Afturelding skora 20 mörk í einum hálfleik. Já, það stefnir allt í það. Við sjáum að Daniel Berg, hann er hann upp í stúku, formaður Hangasteittar Hákvæðinga. Hann er hugsi. Nei, ég segi svona hann. Já. Flottur spinner á parkettinu maður. Frábært mark Árna Braga, þetta er vel spilað. Hann elskar að snúa hann á húsasmiðu skiltinu eða tegnum. Annar snúningur hér með, þessi er reynda klikkar. Já, vel gert líka varnarlega maður, leif honum bara að fara. Hann mála svo út í hótt. Seinnibergin Aftureldingu dauðafæri á Böðvar, hann skilar þessu marki. Það er nefnilega, sko, menn átt að sig ekki á það, Birgir Steinn, hann bætir ótrúlega hlutu við Aftureldingarliði sem að þetta þriðja auga sem hann er með. Já, eins og hann er frábær skytta, þá er hann bara frábæri leikstjórnandi líka að horfa yfir völlin og sjá hvað er fyrir fram að sér. Já, og hann þarf bara tíma til þess að komast inn í spilið og inn í stemningunni í Aftureldingu. Það er ekkert eins að vera í Gróttunni og vera einn í Aftureldingu sem er bara liðið sem ætla sér að titla og vera í baráttu á öllum vígstöðum. Nei, bara mjög mikilvægt og mjög mikilvægt fyrir svona leikmenn að fá að spila og fá að setjast niður og hafa samkeppni og þetta sé svolítið svona keppni í þessu, það kveikir í viljanum hjá mönnum. Já, ég veit ekki svona að velta fyrir mér hvort að Hákvæðingarnir séu bara að hvítflagga þessum leik af því þeir vita að þeir eiga okkur í hvíta riddaranum í bikarnum og vita að við erum hérna þjálfarinn og framkvæmdastjórinn að greina þá. Það er ekkert ólíklegt að vera að búa til vannmat hjá okkur í hvíta. Það gæti verið að sjá svona líka fyrir að Basti sé ekki henni kvöld, það sé bara taktík fyrir hvítaleikin. Það gæti verið. Risa leikur í bikarnum. Það gæti verið. Það er búið að blása alltaf hálfleik seinna í Íþróttameistarinn Varmá, staðan 21-9 fyrir Aftureldingu. Þetta er búið að vera einstefna. Þetta er búið að vera einstefna bara og Andri og Leo komin í hodnin. Blær, hann heldur sinni stöðu og Steini og Árni Bragi komin í skiptun áttur. Birkir er væntanlega bara búinn í dag. Hann fekk sínar nokkrum mínútur hérna til þess að sjá hvort þetta virki. Aðeins að hrista upp í sér. Já, nú er bara mikilvægt fyrstu 5-10 mínúturnar núna. Við byrjum seinnalega að sjá hvernig þessi leikur fer. Þannig að það er alveg hreinu ef að Hákvæðingarnir ætla að vera bara í sama slugsinu svo það voru í fyrri hálfleik. Þá
þá verður þetta fljótt að fara frá þeim. Þannig að þeir þurfa að mæta virkilega grimmir inn í seinni hálfleik til þess að bara, já, bara til þess að vera þetta ekki bara Setja í skammar, það er bara þannig. Já, það er bara þannig, sko. Þetta er ólísdeildin og menn bara búast við ákveðnu standard og þetta er ekki búið að vera í ólísdeildar standard í fyrri hálfleik. Alls ekki, sammála því. Frábært. Þetta er hins vegar algjör klassi. Þetta er bara mjög einfalt, ákveðni, frábær, sókn og mark. Já, bara ógeðslega gaman að sjá þetta. Þeir setja upp í júkafæsluna sem Blær kemur inn á miðuna og fer í árásina og þristurinn sem hann að fá hann á sig er einhvern veginn tilbúin að fá hann og stoppa til að fara í gegn. En Blær er náttúrulega bara að koma á full power eins og ég er búin að segja með margoft. Fyrstu 2 skrefin full power, 3. skrefið þarf að vera smá hæging og bara upp í klippingu, Steini, mark. Ég meina, ef Steini Blær nær að setja menn aðeins hluti niður, þá var nú ekki þægilegt að fá Þorsteinn Leó að flegi ferðinni upp í lofti. Það er bara Leó í hraðablöp. Þetta byrjar eins og þetta endaði. Leó maður, þetta er 3. markið hans, hann byrjaði leikinn og setti 2 byssukúlur og þetta er 3. byssukúlan sem hann kemur með í hraðablöpinu. Þetta er klaufalegt. Hann að tapa bolti. Já, þannig að fekk hann eiginlega gjalda fyrir það að hann væri stór og svona hægur. Mér fannst einhvern veginn eins og hann væri byrjaður og ákveða sig ætla að fara að hamra markið og svo sá hann allt í einu 3 afturhaldleikamenn klára að taka móti í. Þá var hann eiginlega bara að hætta við og þá var þetta bara, var hann komin í skrefin. Já. En nú sko, afturhaldin voru auka munun ennþá meira, þeir þurfa að fara að setja í ykkur að lása þetta. Jæja, stilaði boltanum, hvað gera þeir núna, skilaði þessu marki. Nei, Binni er ennþá aftastur. Binni Ver, það er bara nýja kvótið hérna í Mosbænum. Binni Ver. Þarna var Blær einhvern veginn búinn að segja, maður sá það sko, þeir spiluðu sömu taktíkina nema Steini átti að koma breytt. Þeir lásu það. Þarna þeir bara átti að koma í sömu og koma aftur í klippingu, ekkert verið að senda hann eitthvað breytt, bara fá hann í lofti og láta þá leysa það í stæðan fyrir að við förum eitthvað að breyta. Klálega, ekki verið að breyta því sem virkar. Áran og Gaut, en Binni Ver. Þetta er náttúrulega hraðafli við afturhaldingu Blær yfir á Leó sem skorar. Búm, 4. byssukúlan og hann hliður í DJ-in. Hliður í DJ, 24-9. Já, maður er eiginlega hálf orðlaus yfir þessu Einar. Já, þetta er ekki það sem hann bjóst við. Nei, vikinn að það. Einhvern veginn 24-9 bara á. Vel spilað, en Binni Ver, þetta er... Hann mæti bara hendina á þér og það ert ekki með almennilega skottekni, þá ver hann þetta. Þú verður bara að hoppa upp og sína og svo bara leggja fram hjá honum. Hann er orðinn svo aggressífur í markinu. Þetta, það bara lítur út fyrir að Hákáðangandi séu bara ekki undirbúnir undir hann Binna minn. Alls ekki. Og mér finnst þetta skrítið að sjá Hákáðanganum svona, lið sem er svona mikið kraft og eldmóð. Það skulle ekki vera með meiri karakter en þetta, en nú skildist mér að Basti, hann er búinn að vera frá núna veikur síðustu 2 daga, þannig að það gæti hún að haft eitthvað að segja með undirbúningin, en það hefur svo sem það er engin afsökun fyrir því að menn mæti ekki til leiks sér fram. Nei, fyrir ekki að taka þér orðið, bara að því við vorum að tala um slúttinn sko. Jakob er einhvern veginn ótrúlega lunginn í þessum skotum að fer í loftið og rétt áður en hann lendir, þetta er svona Þrándur Gíslason Roth var líka með hennar skotið, sko, hann skaut einhvern veginn svona millisekunduna eftir þú hélst að hann var að fara að skjóta. Þannig að bara einhvern veginn skaut hann uppi og markmann var bara á leiðinni niður og allt og langt niður. En Binni heldur áfram að verja. Binni ver og ver. Já, og það eins og segir, menn þurfa að gefa sér tíma fyrir fram markmannin. Þarna sjáum við Hákáðangan að hamra í exið á Binna, en meðan við Þorleifur erum að setja þetta rólega yfir hausinn á markmannunum í Hákáðangum. Ég veit ekki hvort að því Einar Braga er á bekknum afturhaldingu, markmannsþjálfari í Mosbænum. Svona þegar ég hef nú verið viðloðan þetta liði lengi og búinn að vera að tuða í Binnanum að vera bara með árás á hendi alveg stanslaust. Það er svo lítið prósent í þessari deild sem er bara með skottækni til þess að breyta þegar þú ert búinn að ákveða eitthvað eða skjóta eitthvað annað þegar þú ert búinn að hoppa í þessum döðafærum. Og ég tek alveg jafn mikið kredit og Einar Braga í þessari kennslu sko. Ég meina ekki spurning og ég meina þetta hefur nú kannski viljað sjá að vera. Ég vissum að Einar Bragason er ekkert rosalega glaður á bekknum akkurat þarna. Af því eins og ég talaði um inn í byrjáleika að það þó að verði sko 15 döðafæri þá er alltaf mikilvægt að menn taki skoti eins og koma
af vinstri skyttu niður í nær. Akkurat. Með þessa hávörð sem Aftureldingar bjóða upp á það að vera varið. Akkurat. Þannig að við getum gagnrýnt líka Binna þó hann sé búinn að vera frábær. Já, ég held þú varst að segja Einar bara að var ekki ánægður með mig, sko. Nei, alls ekki. Hann er bara, ég er ekki ánægður með hann því að hann er ekki búinn að bjóða mér heim til sinni í pílu í meir en það síðan að við komum hann og völduðum yfir hann og Pétur Júníusson. Nei, hann hefur ekki þórað aftur. Hann er okkur ljóst. Nei, við höldum áfram bara. Hákákarnir eru áfram Ísari 6-0 vörn, aggressívari. Þarna fór Jakob Ísmá alltaf að reyna einhvern leikaraskap. Sýnist það nú. Hákákarnir komið í seinni bylgjuna, mikilvægt að nýta þetta. Það var bara vel dæmt hjá dómurunum, falli ekki verið þessu. Nei, Aron skorar. Þó þetta var að vera mjög hæg seinni bylgja og skulum við kalla þetta seinni bylgju og það eru mikilvæg mörk. Já, þeir verða að gera það. Þeir eiginlega verða að sjá til þess að þeir kom ekki Böðvar inn á. Ná að keyra Aftureldingu það sem ná ekki að skipta. Já, ekki spurning. Og þarna er inni Jakob í gólfinu og bara hann verður að hlaupa tilbaka. Þá er bara sterkt hjá Hákákarnum að keyra í bakið á þeim. Man er bara áhugavert og svona aðdánavert hjá Hákákarnum á móti KA. Þeir keyrðu alveg villt og galið á þá. Já, frábært mark á Árna Braga, vel spilað. Já, ég meina ekki spurning, þeir sérstaklega í svona leik þar sem að lítið gengur, þá er bara mikilvægt að nýta sér auðveldu mörkin og þú veist með menn sem geta valið og menn sem geta skotið, þá er bara mikilvægt að keyra og nýta það. Ég sé að Blær er einhverju vestanum í skóin sinn. Ég sé hann er í þessum skærgrænu sko. Já, örugglega. Frábært skotstöngin. Á skora Sigurvin. Vel gert, vel klárað. Ákveðni, náði frákast. Góð spil og Þorsteinn skorar. Það var líklega 2 mínútur, já. Það var óheppinn, lendir óvart í hálsinum á honum. Það er ekki verið mikla sakir en eins og segja óheppinn að hafa lent örlítið í hálsinum á honum. Þorsteinn Leó er bara búinn að vera frábær í upphafi móts. Hann skoraði 7 mörk á móti Frömmurunum í síðustu umferð og núna kom með einhver 5-6 eða eitthvað. Þannig að það verður svona Snorri, hann er að fara að velja sin fyrsta landsliðsóbráðum. Hvort hann ætla að ganga fram hjá tröllinu og Mosbanum, Mér sýnist það verða erfitt. Það verður erfitt, sérstaklega líka þegar menn gerir sér grein fyrir því að hann mun líklega eftir að vera þarna í framtíðinni ef hann heldur á spilunum rétt og heldur meiðslalaus að þá er hann leikmaður sem ætti að geta nýst landsliðinu næstu 10-15 árin. Já, menn bíða bara einhvern veginn eftir fréttum að eitthvað lið út í heimi sé búin að tryggja sér kraft að hans Þorsteins Leó á næsta ári þegar ég tel það nú næsta víst að hann pröfi sig út fyrir landsteinana á næsta ári. Það er ekki ólíklegt. Eins og segjum, ég vil sjá virkilega góða frammistöðu frá Þorstein á þessu ári og skili góðu ári, fullu ári hérna í Aftureldingu og var hann að fara að reyna það eftir annar staðan. Já, og búinn að byrja þetta mót vel. Það er ekkert auðvelt. Birgir Steinn er bara á bekknum, hann er bara að bíða eftir stærra tækifæri og þannig að Steini þarf að standa sig og hann er aldrei búinn að gera það. Ekki spurning, hann þarf að gera það og þess að halda sig í náðinni hjá landsliðsþjálfurum. Flott slút hjá Andra. Ætli þessi tilviljuna er sér númer 44 og 88. Það er eitthvað starffræðdæmi í þessu. Ég ætla ekki að fara að biðja þig Davíð að leggja það saman fyrir mig. Ég er ekki 50-50 slíkur ég hafi það rétt eða ekki. En þarna sjáum við bara aftur þetta sýnir hvað hausinn á Hákangum er ekki til staðar. Þarna skorar Afturelding bara einfalt mark. Bara því þeir eru ekki að fylgjast með, svo tapaði boltanum að þeir klikkar okkur dribli. Þetta er ekki nógu gott. Og ég veit ekki hvað ég á að segja, hvað Guðfinnar á að gera. Ég meina, hann getur ekkert verið að leggja upp eitthvað mikið upp úr þessu. Þetta var alltaf fríkast. Já, þetta var fríkast. Það skrítið að ég ætlaði nefnilega að þetta var vel gert hjá Árna Braga. Hann einhvern veginn leit á klukkuna, Böðvar ætlaði að fara að skipta, hann sá voru 14 sekúndur eftir að yfirtölunni. Hann skipaði honum bara að vera hann á línu og stilti honum upp og fór bara í þetta klassista kerfi sem Afturelding tekur oftast í yfirtölunni og kom bara að pressa þarna og Árni Bragi
Bara stein í hendina, þetta voru fríkast. Sjá, það Steini komin inn út af og heldur öxlina. Já, hann búinn að vera svona, fær hann að slægi eitthvað svona einhvers í þetta. Ég ger ekki mikið úr þessu, sko. Það reyndar óvanlegt að hann sé slæmur í öxlinu þegar hann er góður, sko. Það kemur ofta ekki slæmur leikur og allt í öxlinu og hann eitthvað slæm, sko. Það reynslan, sko. En Unni, hann er leikmaður Hvíta Riddarans og sjúkraþjálfari Aftureldingar, hann er með þetta allt upp á 10. Kipur þessi liðin og gerir Steina kláran. Það er bara að kæla þetta og inn voltarinn í kvöld og drepa þessar bólgur í fæðingu, þá verður þetta ekkert viss. Ég held nefnilega eins og að Stjarnan í næstu viku og svo eftir það held ég IBF bara í miðri viku og miðvikudegi, næsti heimaleikur hér og svo bara Evrópa. Hann verður bara flög á Noreg og tekist á við Nærbø. Já, virkilega skemmtilegt verkefni það að spila við norskt lið, það sem fólk þekkir vel til að það er þetta virkilega að bera sig saman við þessi lið í þessum nágrannalöndum. Já, og Nærbø er hörkulið. Ég er kannski alveg kláraði hvernig staðan er með deildinni núna. Þetta séu svona í 5., 7., 7. einhvers staðar í norsku, en þeir eru búin að fara í undanúrslit núna 2 ár í röð í þessari Evrópukeppni, þannig að þeir eru sýnd við en ekki gefin. Nei, það verður alvöru verkefni og bara frábært verkefni og sem ég full að trúa Aftureldingar eftir að skila sem með sóma. Þeir eru með frábært lið og þeir þurfa bara að stilla sig inn á góðan leik og þá geta stríkt hvaða liðið sem er. Það er bara potið. Þetta er lagt upp eins og við vilja að fá heimaleikin. Í rauninni seinni leikurinn er heimaleikur. Þannig að þeir byrja úti og ná fínum úrslitum og svo mætum við hérna í Mosesbæinn með bara fulla stúku og eitthvað húlumhæ í kringum Evrópu og klára það með sæmt. Spurning. Þetta er svona, ég menna það er leikur eins og sagði, á miðvikudeginum fyrir Evrópukeppni móti IBF og svo í miðri viku og milli Evrópuleikjanna er leikur á móti Haukum. Þannig að fótboltinn er búinn að vera eitthvað að væla sig ekki aðstofa liðin í Evrópukeppni, það er bara svipað í handboltanum, það verður bara að þola þetta álag. Já, þetta eru íþróttirnar. Já, við þekkjum þetta bara, við erum bara playoffs, við erum playoffs sport og þetta er ekkert vesen og við vælum ekki við þessu, okkur finnst þetta gaman. Þetta viljum við og ég held að það sé miklu meira þjálfararnir sem kvart yfir miklu leiki álægi heldur en leikmennirnir. Já, það er miklu skemmtilega að spila þetta með að æfa. Sko. Þannig að já, það er nákvæmlega. Þjálfararnir vilja bara vilja fá að æfa og leikmennir vilja fá að spila. Það er með breiðan hóp eins og Aftureldingar á að vera með. Þá á þetta bara að vera veisla að spila reglulega. Bara miklu skemmtilegra bæði fyrir leikmenn og aðstandendur. Algjörlega. Þú sjáu hvað Háka myndi koma með og tóku þarna leiklið, fór aðeins yfir hlutina. Hún skora 3 mörk, þetta heldur bara áfram sem frá var horfið í fyrri áleik. Hún skora 3 mörk á fyrstu 10 mínútunum, það eru 3 mörk á hverju 10 mínútur meðaldali. Þetta er líklega ekki með bara beint að teikniborðinu, frábær línusending. Þetta er vel gert. Já, við sjáum það, Aftureldingar heldur áfram í sínu 5 metrunum. Nei, nú kemur Hákaðinni langt fram á völlinn. Það hefur komið SMS frá Basta. Það hefur komið SMS. Þá takaði Binn út af, þá var það 7-6. Þetta er nefnilega málið, sko. Menn eru bara átur undirbúnir. Já. Þá fara þær aftur niður 6-0. Við látum ekkert svona koma okkur óvart. Þetta er allt, það er búið að æfa þetta allt á parkettinu. Nú fáum við að æfa þetta. Það er Birgir Steinn í gegn, en það er varið. Það er varið. Við spilaði Aftureldingu, byggðu þetta bara, það múti færi gafst, ekkert verið að þvinga neitt skot eða ákvörðunartöku. Það hefur kannski viljað fá lítið betra færi, en ekki það Birgir Steinn færi, ágætt færi með 1 og 2 og skorur þessu færi. Skora úr þessu. Það fara Hákaðinni aftur í sama gerfið, Sýming kemur yfir, Kristoffer í árás. Ólafur grípur ekki, Rakas. Þannig að Gunni ætlar að halda áfram í 7-6. Sýnir nú Hákaðinni að hlupi bara niður í 6-0, en Gunni ætlar bara að æfa þetta sem er. Sjáðu hvernig skilja þess á sér. Birgir Steinn yfir 2-falda blokk. Þetta var svona yngri flokka skot einhvern veginn, hann horfði aldrei á markið. Horfði niður í parketti alveg meðan hann hoppaði upp og Kristoffer hinn meginn og hamrar langt yfir. Boltinn var farin úr höndunum og þannig að byrja að horfa á markið. Þannig að þetta var svona, þetta var lélegt. Eins og þú segir í fyrir sóknarnu undan að menn þurfa að velja svo gott færi og bara gefa sér tíma. Það kemur gott færi og þetta spila 7-6. Það er þolinmæðin sem vinnur þar.
er líka bara erfiðar að skipta þegar komið svona einhvern veginn færi upp úr hálffærum sko. Gott stimplu tilbaka, Blær í dauðafæri en skotið yfir. Datt eiginlega. Já, en datt í gegn. Það menn áttum svo góður að þeir geta bara dottið í gegn. Já, bara skipta honum út af núna sko. Það er ekkert að... Já, nei. Aftur skot, Kristófer og aftur yfir. Stefán Magni er komin í hornið allavega, þannig að þetta er svona að byrja. Já. Gunni pikar í Gísla og segir hann að fara úr treyjunni og... Það er nefnilega að þetta græna er allsráðandi í íslenskum handbolta nema í Mosmanum. Ég er ekkert að grínast sko. Menn sá ljósið þegar menn sá bláa. En hún fer aðeins hraðar, þannig að það er aðeins dýrari harpiskostnaðar að vera með bláa harpisti, þannig að... Það er nóg til í Mosmanum, þetta er alltaf leið. Já, allavega þegar við vitum að harpisti skilar þessu auka 3%. Ég skil. Birkisteinn fær í gegn, fær vítakasti. Já, Birkisteinn í sér 7-6. Hvað, er þetta fyrsta vítið? Nei, þetta er ekki fyrsta vítið. Ég veit það ekki, þetta er þessi fyrsta vítið í leiknum, ég manna það ekki. Já, afturöldingu. Já, afturöldingu. Af því að, hann skorar. Afturölding klikaðin er búið 3 vítaköstum á móti Lalla í síðasta leik, þannig að átti bara allavega heldur punktunum, Leo stal honum ekki á honum í síðasta leik, þar sem hann klikaði bara líka. Ekki frá þetta sem fyrsta vítið. Það kom mark, staðan 29-13. Spennan í þessu eru rinnu löngu farin. Þetta er spurningum að skila þessum leik af sér á dugnaði. Kristófer með 3. skoti í röð yfir markið. Tímur átni bara í seinni bylgjuna. Birkir Benediktsson upp í loftið, hamrar í markið. Það er fyrsta markið á sísónu á okkar mann. Leikmaður númer 20, starfsmaður Jakko. Hann með vel fagnað upp í stúku. Við hrósum auðvitað Jakko hérna í þessari útsendingu. Flottustu búningarnir í deildinni koma frá Jakko og eru hérna í Mosmanum. Þeir sjá bæði afturöldingu og hvíta rittarann, þannig að það er spurning að það verður flottustu liðin í vetur. Já, það verður þannig. Ég held að sjá meira sem vestra líka, þannig að þeir verða líka í Sviðsjósinu á laugardaginn með afturöldingu á vestra. Þetta er allt. Það verður allt úr gulli hérna Jakko. Þetta er klaufalegt. Ekki rauð, nei, er algjör og það maður. Það finnst mér. Það er ódýrt en hann samaskapi, hann lendir klaufalega aftaninum og fer hendur á honum. Hann fellur aðeins niður þarna. Sýnist Dolli vera að snúa spjald. Nei, það var rautt spjald. Birkir Benediktsson, rautt spjald fyrir að slá í andliti á hirti. Rautt og blátt. Rautt og blátt. Þetta er svona bara... Birkir með... Nei, herruðu, þeir snúa þessu við. Það er Böðvar. Nei, það er Böðvar sem var rautt í staðinn. Böðvar sem var rautt. Mér skildi auðvitað hver sem var að landa en andliti. Við sýndum bara Böðvar hafa tekið þetta á sig og sagt í dómarna að þetta hafi verið hann en ekki... Hann er góður strákur. Já, gott að siðferðin er lægi svona rétt á hann að fyrir lægi. Já, þetta svo sem þýðir þetta ekki neitt. Þetta er bara fyrsta spjald og bara áfram gakk, klárir næsta leik, en þetta er svona stígvaxandi. Já, þetta er ekki fyrsta rauðarspjaldið eins og... Jú, hann er ekki vanur að fá rauðspjöld. Nei. Og í rauninni þó að hann hefði fengið rauðarspjöldið, þá var þetta samt Birki að kenna. Já, allan þeim. Og það sé á hreinu. Það var hann sem fór í... Kristján Óttar skorur úr víti, en það var Birki sem fór í útsöluna. Og Böð var alltaf að koma í gömlu góðu reddinguna sem kostaði hann rauðspjöld. Það fyrsta víti sem Hákon skora í dag, þetta er að klikka tvisar á kúkabattinn. Jó, hann kemur bara inn á í vítaköst. Já. En Binni 15 bolta og heldur sé í þessum 50% og 15 boltar, það er heitt hellingur í þessum nýju talningareglum að það er ekkert, þú verða bara í yngast og það er ekkert varin bolti. Nei, menn þurfa að halda boltanum, það þurfa að vinna boltan. Nei, hann er búinn að standa sig virkilega vel, Binni, og bara frábært að sjá hann kann er að blómstra núna síðustu leikjum, bæði á móti Selfossi og svo hérna. Nú koma þeir út, öskrar að náða að fara út, þá lappa Birkisteinn framhjá þeim og það var... Ég rósa hann fyrir slútið á hann, ég gagnrýni þá þetta slút á móti. Hann komið fullt neðarlega þarna, Siggi Lína. Frábærlega gert þarna hjá Birkisteinn, ég sá bara í augunum á honum áður hann fór í árásina, hann var að fara að losa hann á línuna. En það er náttúrulega leikskilningurinn.
Það það, ég meina, sé leið og hákákan að fara út, þá þurfti ekki nema eina góða fintu og þá voru konur algjört döðafæri. Þarna vantar bara skipulag, þarna þarf að vera betri samvinna á milli leikmanna í vörninni. Ef þeir ætla að vera svona aggressífir, þá þarf að vera virkilega gott skipulag og mikið skilningu milli manna. Já, mátti ekki missa svona. Hún komaði mjög hátt. Blær, það var aukast, þetta var nú orðið hálf kjánulegt þarna með Blær. Það sleppur til. Það eru 46 mínútur búnar að leiknum og Blær er ekki búin að hvíla eiginlega neitt. Ég kalla hann á eftir því að hann Gísli fari að koma inn á. Já, hann er búin að bara hita upp hérna, það er gott. Ég sagði þetta ekstra hátt, Jóna Gunnar hafi heyrt í mér. Hann hlýtur að fara að koma inn núna að fá síðasta korterið, það getur ekki að verið. Hann er alltaf búin að hita upp núna í bróðpartan á seinna hálfleik. Já, þetta er svona, þetta er þetta klassíska, maður vill eiginlega blóðgalla að nógu vel í þessum uppáhaldsleikjum af því þú veist aldrei hvenær þú þarft að halda, sko. Það hefur svona aðeins laða við að við höfum ekki verið að gefa neinum nógu mikinn sjens sem að hefur svo skilað sig þegar að Hólminn er komið það sem er verða að koma og stígu. Já, nákvæmlega, og þetta er bara leikurinn í það. Þessi leikur er búinn, þannig að það þarf bara að leyfa mönnum að spila. Sérstaklega sko ef hann ætlar einhvern veginn að vera spila á Blæ og yfir markið. Að taka miðjun og spila með þeim, spila með þá. Já, ekki spurning. Line-upinu sem er að spila og það þroskar hann og leyfir þá bæði skiptunum og línumönnum að læra hans inn á hann í svona leikja momentum. Þetta er ekkert sama að vera á æfingum og í leikjum, þannig að já, bara inn á með strákinn. Ekki spurning, en svo segir maður veit aldrei hvenær hann þarf að koma inn á, þannig að það er mjög mikilvægt að hann fá að prófa þetta aðeins. Frábær línusending, en aftur vera hann alveg eins eiginlega bara. Róbert er núna búinn að taka nokkra bolta hérna núna seinna hálfleik virkilega vel. Aftur frábært spil í Hákangum, allt inn að sjá frábæran handbolta hérna Hákangum. Já, síðast hann reyndar stytta sér leið hann og dansaði hans inn fyrir. Dollið var ekkert að horfa á það. Nei. En það er skemmtilega að spila og það er gott að sjá að það sé smá líf í þeim. Núna vil ég sjá Gísla bara fara hérna inn bara við hliðina, ekki vera hérna að fela sig hérna bak við bekkinn. Aftur línusending, núna skorar hann. Niður í fjær, snöggur niður í fjær, það er erfitt fyrir markmann að ríflexa það. Þeir ætla að spila með 2 línumenn. Það kemur líklegast aftur sama kerfið. Kristján kemur á móti, Rikking undir, þá kemur skotið, en Binni ver frákasti. Þetta er víti. Þetta var alveg getið að vera í 2 mínútur. Þetta var fyrsta ákvæðinni gripu boltan í lotinu, þá var þetta hættulegt. Það er aftur víti, nú er það Binni. Þetta var vel spilað, já. Já, það er búin að spila þetta nokkuð sem, búin að gera það virkilega vel. Aftur skorar á víti. Þetta er eiginlega svona taktíkin sem við spiluðu þetta í byrjun leiks. Já, sem þeir ætluðu að byrja. Já, sem þeir ætluðu. Svona bjöggust greinlega við afturlíku í 6-0 vörninni og fengu einhvern veginn 5-1 vörnin í fangið og bara einhvern veginn ætluðu að rúlla á sömu taktík sem við vorum þá búin að æfa til 6-0. Það bara virkar ekki. Nei, þetta búið að ganga vel. Nei, þá þarf að kíkja í gamebókið og fara í þetta klassíska eins og við fórum yfir á hann. Já, og sjáum við Gísli komin inn á og byrja, aukakast. Það er mikilvægt að fá hann inn á og byrja. Hann fær hérna síðustu 12 mínúturnar. Já, beint á stjórnar þessu. Kemur hann í árás og skoti og skorar. Frábært mark. Fór hann í Júka 1, sá ég. Lét línumærin Rikja undir. Það er rauninni Rikja tilbaka og hann ætlaði að koma í árásina. Tvígrip. Já. Seinnibilgjan. Stefán. Magni. Gegn. Já, mjúkur. Hann hefur gaman að þessu. Þetta er stúkun að vita af sér. Hann er alveg geggjaður, sko. Orkan sem kemur frá þessu náðanga er ótrúleg. Ég held einmitt hann klikkaði á svona fyrsta skoti í meistaraflokki hérna í síðasta leika móti Selfoss og samspilaði hellingaleikin við fyrra, sko. Hann bara skoraði alltaf. Virkilega flottur strákur og standa sig mjög vel. Uppalinn á Móspanum og við köllum eftir því að hann fái hellingsmínútur. Ekki spurning. Frábært skot, Binni ver. Geggjað, sko. Frábær matturslag. Gaman, ótrúlega gaman að
að sjá Binna í þessum gír, þessum ham. Ótrúlegur. Og þeir bara parið einhvern veginn gott sko. Jóhann kom og lokaði þessu framleik í síðustu viku. Binni búinn að vera magnaður í þessum 2 heimaleikjum. Ekki spurning. Og ég meina, þeir á móti FH í fyrstu umferð, þeir voru góðir sko. Það var ekki bara markmennin að sakast þar. Nei, alls ekki. Þeir eru klárlega markmenn sem geta gert góða hluti saman og við veit að þetta eru báðir góðir strákar og njóta þess að spila með hver öðrum. Maður einhvern veginn svona róleri og vitur eftir það að maður stendur utan við þetta og maður sér það bara þroskast í rauninni sem par. Það er ekkert sjálfgefið að 2 markmenn myndi gott par. Alls ekki, sérstaklega leikmenn sem vilja spila og vilja vera bestir, þá er þetta alltaf samkeppni og þá er svolítið erfitt að ná þessu kemistri upp á að spila saman. Þetta er, þó þú sett einn inná, þá er þetta alltaf samvinna. Þá sjáum við afturhaldið afturkonu 5 með dörnina, Gísli komið fyrir framann. Spurning hvað þeir spila þá ágangunni núna. Hotnamaðurinn upp, út og sjálfur en Binni ver. Þetta er aukakast. Þetta er vítakast. Þetta er rétt. Dolly fór í eyrað og kallaði þetta víti. Já, Ramónas bendir í eyrað, þetta var hárrétt. Hann var búinn að gleyma reglunum. Já, þetta var bara hárrétt. Þetta var ekki í gömlu bókinni sem að Ramónas lærði á í mjólkubúnu á Selfossi. Satt á kaffestofun og las reglubókina, þá var þetta ekki þar. Þetta var samskeytin. Línumar á punktinum. Samskeytin inn. Nei, þetta er regla sem að leikmaður vísvitandi fer inn í vítateg og næri boltan til þess að andstæðingarnir fá ekki dauðafæri. Þá er það bara vítakast í dag. Þetta er sammála því, þetta var nú ekki henni í gamla dag, þá var þetta nú bara alltaf lína. Já, þá var þetta bara vel gert þegar menn fundu upp og þessu og datt þetta í hug sko. Núna þurfa menn að fara að fleia sér inn í teginn að óþörfu. Já. Aðeins byrja að hitna hérna í húsinu, menn er farnir að döða og aðeins komið smá lífi í þetta. Það var gaman að sjá hvernig við byrjum spilum hérna á loka myndunar. Afturlíkur aftur í 7-6. Farið á niður. Já, þeir falla. Þeir spila með 6 útölum með línusending, frábær línusending, skot, mark. Virkilega vel spilað. Vel gert hjá Afturhendingu. Þeir byrjuðu að spila 6-6 á móti þessari aggressívu, svo sá var vesen. Binni að klára að koma út af og skipti og Blær kom inn bara rétt við nettómerkið og beint í færi. Einn sending og svo kom bara árás og línusending. Þetta var ekki flókin. Þetta er líka svona gott vopn að það er erfitt fyrir vörnina. Það er sókninni byrjuð, búin að vera að spila aggressíva vörn fyrstu 20 sekúndurnar, svo kemur breytingin og kemur ekki alveg í byrjun. Þannig þeir þurfa að falla einhvern veginn á þeim tímapunkti. Já, það getur talningi klikka fljótt. Já, nákvæmlega. Þetta var flott mark, það hirti. Blær stendur bara hérna við tímaðaraborðið, hann er ekki svona með í sókninni. Æja, ok, þeir lesa það áganguninn. Þeir eru niðri, Birkir ára og Stefán inn. Það var þetta verið frá sér. Þetta var auðlesið. Hann er búinn að vera verið ágætlega síðan hann kom inn á. Snúningur. Og Binni ver. Og Stefán tekur frákasti. Og skorar. Bingo og mark, byssukúla fram. Binni með árás á hendi og ver. Frábært. Þetta er frábært að sjá mann. 35-19. Ég leiðist ekki að tönast á, þeir líta ótrúlega vel út Afturhendingamennirnir þó að mótspyrnan sé kannski ekki upp á marga fiska, en þetta kemur held í öllum á óvart hvernig þessi leikur hefur spilast. Já, þetta er eins og ég segi, þetta er bæði, vel spilað hágangum, Kristján skorar, þeir eru að nota virkilega mikið af þessum rykkingum undir, bæði crossblokkingar og rykkingar undir og þeir eru að skila fullt af færum. Já, þeir eru náttúrulega bara að lenda á Binna. Þeir eru búin að lenda á Binna, ef það væri ekki fyrir Binna þá væri þetta kannski verið minni munur. Já, en svo einhvern veginn Hákon mætti bara ekki til leiks, það var 9-0 hérna og þá er leikunum bara farinn. Já, veit ég hvort að Guð, hann hefði verið á seinna að taka fyrsta leiklið, var að bíða svona lengi og hann hafi bara verið í hálfgerðu sjokki og ekki alveg vita hvað hann átti að gera. Já. Það liggur Birkir sem eftir. Það er alltaf leið með hann. Já, eins og þannig að það var einhvern veginn vantaði, mögulega hefði hann bara átt að taka leikli strax í 3-4-0 og aðeins er hann að stoppa í gati strax. En kannski er þetta að vera vitur eftir á. Já.
Og Gísli undir þetta skot, varið, Róbert Ver. Og standa sér virkilega vel inn í seinni hálfleik. Elías upp, skot, mark einum einn. Ágangunir eru standa sér vel núna. Markvörslur og góða sóknir. Haftu ekki með binn út á og Blær fer 5 skrefin. Já, rétt skríður yfir miðjulínuna. Þetta bara klókt. Nú eru Hákarlarnir einhvern að pæla í, nálægt en ekki nálægt, ef það verið 3-1 eða falla niður. Já. Þetta er sérstaklega sterkt á móti eins og Hákarlarnir sem svona, þeir spila eiginlega ekki 6-0, þeir eiga ekki góða 6-0, þannig að nei, þeir eru ekki með mjög hávaxna vörn. Tapaði bolti þarna. Klauvalegt þarna, tapaði bolti. Þetta er svona ungi menn, leyfa sér eitthvað sem mann vilja helst ekki sjá, aftur fyrir bak eitthvað. Enn og aftur rykkir hann undir, skorar. Kristján Otto búinn að vera að skora núna og fá færi síðustu mínúturnar. Taka þessi svokölluðu röstmörk. Ég vil taka fram að þetta er eitthvað sem Afturelding vill samt ekki sjá. Þó svo að leikurinn sé í þessari stöðu að þá er ekki gott að missa niður tappin og missa niður gæðin þegar skiptur á leikmennunum á vellinum. Þegar menn þurfa að geta haldið áfram upp í sama tempói, sömu gæðum. Þetta er nefnilega bara eins og við tölum á hann, sko. Hann kom bara Gísli verið að fá einhverja mínútur sem menn eru búin að missa hausinn. Það átt að koma miklu fyrr inn á og leyfa honum að spila í umhverfinu þar sem að menn er ekki að leyfa sér svona þvælu. Sammála því, þetta er komið nokkuð margar varnir í röð núna þar sem er búið að koma mjög auðvelt færi fyrir Kristján. Hendin bara upp örglega. Hendin upp, Birkir inn á línuna. Þorvaldur næsir í víti. Jakob næsir í víti, hann er hraustur. Hann er helvíti hraustur. Gerir þetta bara harðfylki. Tekur svo lappið henni tilbaka svona, svo sé alveg búinn á því. Blær vippar yfir Róbert. Vippar yfir hann. Ætli Aron Kristján sé ekki bara einn eða í þessu móti sem þeir eru í, hann í Asíumótoru leikunum eða hvað það heitir. Hann er örugglega sitjandi heima að hlusta á okkur. Þetta er rétt. Runingur, Kristján. Greip eiginlega ekki boltan hann fyrst. Nei, þetta var einhvern veginn. Vel gert hjá Birki. Fín vörn. Alveg test á meðan með að fiska hennar rauning. Hún skokkar. Það er að hálfmynda eftir hérna. Búið að vera frábær stemning í húsinu. Búið að vera bara þokkalega góð mæting og fólk búið að vera að fylgjast með, taka þátt. Óöpinn. Þróttur að leikurinn hafi kannski ekki verið svo mest spennandi. Nei, bara búið að vera eitthvað fín mæting. Bara á flesta leiki, bara í deildinni núna í upphæði móts. Ég held að fyrstu 3 árum fyrir þetta hafi verið fleiri í húsunum heldur en undanfarin ár. Svona heilt yfir. Já, þetta er bara flott. Það verður bara meira líklega þegar álíður á tímabili. Já. Nei, tappa bótt. Nei. Það er líka bara meðbyrði hérna í Mosbænum og krakkarnir, maður finnur það bara, krakkarnir í yngri flokkunum og já, bara svona stemning yfir handboltanum. Það er bara auðkanda fjöldi að aukast og bara eðlilega við erum með stórglæslegt lið sem bara verður að fylgjast með. Já, frábært lið og sjálfsögðu bikarmeistaratitillinn, hann hjálpar til við þetta. Krakkarnir vilja fá bikara og taka þátt í því þessari veislu. Þannig að þetta gerir rosalega mikið fyrir félagið að fá bikar. Birkir tapar, nei, heldur boltanum. Áriðin höldur löng sókn, hendi kemur upp. Birkir með skot, Róbert Ver. Já, hann heldur áfram að verja. Og hann er komið marga bolta varða núna í seinni hálfleik. Hann er komið 8 bolta varða, 8 bolta varðir í seinni. Það er sér bara virkilega vel. Spilar út í hot og snulli. Þessi líkur. Jón Karl Einarsson, frábæran snúning. Við stefnum á, það eru 30 sekúndur eftir, við stefnum á að fá hérna viðtal. Fá einn úr liði Aftureldingar í viðtal, fara þessi yfir leikinn og svona fyrstu 4 umferðirnar. Þannig að við svona, já, við förum bara þegar leiktími líður, þá leyfum við mönnum að þakka fyrir leik og
Við förum svona yfir þetta helsta og svo hérna tökum við smá spjall. Já, ekki Og spurning. þetta hangi fólk með í það. Nóa leikmönnum í Aftureldingu sem eru búin að standa sig vel hérna í kvöld sem þetta er að tala við. Stefán inn, loka skot, nei, slá inn. Nú, hann verður aðeins að fara að skjóta einhvers annars þegar hann á hausinn, sko. Þetta voru 3 skot í þessum leik og ég einhvern veginn jinxaði hann, fór að tala hvað hann klikkaði að vart og skoti og hann tók 2 klikk í röð, sko, í kjölfarið. Stefán, þú þarft ekki að ágjöra, þetta var ekki þér að kenna, Einar tekur þetta alfarið á sig. Já. En leiknum er lokið, 36-23, sigur Aftureldingar. Fagmannlega gert hérna í seinni hálfleik, bara siglt þessi höfn og... Já, það má segja það, þessi leikur kláraðist bara í 10-0. Það var bara, eftir það var bara verið að bíða að leikurinn væri búinn í rauninni. Já. Þetta var aldrei spennandi eftir það. Gaf aldrei færa á sér og bara eins og það að vera. Bara nákvæmlega eins og meistaraliðið að gera þetta, það var ekki verið að gefa neitt eftir þó að menn séu yfir. Það er mjög mikilvægt. Hákangirnir, þeir þurfa að fara svona heim og kíkja þessi yfir bókina. Aðeins að stilla sig af fyrir næstu leiki, eins og ég segi, þeir eiga Valstarinn í næstu umferð. Já, mér þykir ekki líklegt að þeir verið fljótir að gleyma þessum leik. Þetta er ekki skemmtilegt þegar við vonandi geta hrist þetta af sér. Ég veit ekki hvort að hrós sérfræðinga svona eftir þess að fyrstu 3 árum fyrir hafa einhvern veginn farið í hausinn á þeim. Það getur oft gerst að komi svona leikir inn á milli þegar að menn halda þessi orðni betur en þeir eru. Já, ekki spurning. Ég meina, eins og við tölum